Gaman að fá þig heimsókn. Takk fyrir það. Mér langaði kannski bara að byrja, við ætluðum að tala aðeins svona stóru myndina í borgarmálunum, af því þú ert náttúrulega komin á fullu afli í þann slag. Algjörlega. Hvað áttu þetta langan aðdraganda eða? Nei, mjög skamman. Ég hef svo sem lýst því að að það var svona leita til mín með að taka að mér þetta verkefni, skipa oddvitasætið á lista Miðflokksins hérna í Reykjavík og það var nú bara í lok janúar sem að það svona komst á hreint. Ég tengst þessari umræðu lítilega kannski 1+ mánuði áður en það var þó vegna bara hugmynda aðra fulltrúa. Ég var alltaf að láta mig detta í hug einhverjir sem væru góðir frambjóðendur. En mér datt ekki í hug ég sjálfur, sko. Ok. Þegar maður stendur frammi fyrir svona vali, að fara allt í inn í stjórnmál, hvað það maður að hugsa, sko? Þú ert kannski ákveðin hótt að berskjalda það eins, þú ert að opna á möguleikan á að þurfa að taka á móti gagnrýni, ekki það að þú hafir ekki svo sem farið í gegnum það áður. Nei, og auðvitað hef ég svona mest allt mitt líf verið svona á jaðri stjórnmálana eða svona á mestu leyti á hliðarlínunni en samt ekki þátt í stjórnmálastarfi. Þannig að ég þekki það og svona að mörgu leyti, þó maður hafi komið að hlutum og mismunandi áttum, þá viðfangsefnið það sama, svona þjóðfélagsmótun og svona áhugi á samfélaginu, hvort sem það hafi verið sko, sem aðstofamaður ráðherra sem var í 8 ár í 2 ráðuneytum, blaðamennskunni eða reka fjölmiðlafyrirtæki eða starfa fyrir hagsmunasamtök eins og samtök atvinnulífsins, ná heildarkjara samningum og slíkt, vinna fyrir bændur í úrvinnslu, iðnaði og slíkt og eða fara til útlanda með búa til vörumerki í kringum íslenska skýrið. Auðvitað, ég til mig segjum bara í kringum landbúnaðarframleiðsluna þetta líka heilmikil samskipti við stjórnvöld og pólitík og mikil pólitík í kringum þær áherslur og svona. Þannig að pólitíkin hefur nú aldrei verið mjög langt undan í mínu verkefnum. Þannig að það var ekkert þannig nýtt, en það er samt auðvitað ákvörðun að hella sér út í þetta og það var svona orðið rólegra hjá mér og ég var svona ekki í sviðsljósinu til að vinna sem lögmaður og ráðgjafi, en mér finnst ég enn ungur þó ég sé rúmlega 60 og þegar hugmyndinu var kastað fram þá þurfti ég nú ekki langan tíma til að finna hvað þetta kveikti mikið í mér og fannst ég eiga þennan sprett eftir. Sko, mér langaði kannski að tala aðeins við mitt fjölmiðlan á eftir og því þú varst náttúrulega mitt að stýra 365 en ef við förum mitt bara í þessi borgarmál og stjórnmálin, þá finnst mér kannski bara þegar þú ert að lýsa þessu með feriliðin, skilurðu, með reynsluna rekstri og allt þetta, þá ef ég bara tala fyrir mig, þá finnst mér sko hættan þegar að þú ert með fólk sem að hefur bara alist einhvern veginn upp í jafnvel í ungliðarhreyfingum og fer svo beint í stjórnmál að það sko verður til ákveðin blind hlið ef þú hefur ekki gert neitt annað en að vera stjórnmálamaður. Og það er ekki að því að þú viljir ekki vel, en ég held að þú veist bara þetta með rekstur borgarinnar að nálgast það þó þannig að þetta sé bara þannig að það þurfa að fara vel með peningana, að því maður hugsa stundum, ef við byrjum bara þar sko í stjórnmálum, þá hugsa ég oft sko ég meina, maður er bara alveg heiðalegur. Ef það væri verið að fara svona með peninga og þú verið að reka heimili eða reka einkafyrirtæki, það væri bara löngu búið að sparka þér, sko. Og oft. Mér dettur í hug þegar þú segir þetta, bara kemur í hugan að þetta einu skipti sem ég var í beinlínis í framboði sem var fyrir 32 árum tæpum, 1994, þá var ég prófkjöri fyrir alþingiskosningarnar sem voru 95. Og var að keyra þessu ungur maður í framboði, þá kom einn reynslubolti inn á skrifstofuna hjá mér og sagði akkurat þetta við mig, sko. Ari, mér finnst þú bara ungur, þú átt að fara núna út í lífið og vinna einhvers staðar, ég skal styðja þig þegar þú býður þig fram, þegar þú ert búin að því, þegar þú ert orðin sko 50. Og vonandi í lagi að sé orðin 60, það er nýja 40, sko, en hvaðan það? Þetta var svona á sömu brautum, hann var að benda á þetta, að maður þyrfti að afla sér reynslu áður maður gæti gert meira gagn í stjórnmálunum. En eins og alltaf þá held ég sé nú bara gott hvað með öðru,
Það er líka í fyrirtækjum, þá viltu hafa blöndu og jafnvægi, bæði, það er gott að fá nýtt fólk og það er líka gott að hafa reynslu og blanda þessu saman. En hvað með þetta bara, þú ákveður að fara í stjórnmál og segjum sem svo að þú sért síðan valinn í hvort sem að vera ráðherra eða borgarstjóri eða vera í meirihluta eða eitthvað starf sem að taka ákvarðanir. Það sé alltaf á bakvið eyra þetta að þú veist, í mínum huga, fyrstu 2 hlutverkiðin séu A, þú ert í þjónustu og þú ert að láta fólki eins mikið í frið þú getur og B, þú ert að fara vel með peningana. Þetta nú mín lífsviðhorf sem að þú ert að nefna þarna og ég bý mig fram á þessum grundvelli. Það sem höfðar líka til mín að sko þau málefni sem að miðflokkurinn stendur fyrir að koma með skynsemi, myndi ég segja, inn í borgarmálin sem að ég hef nú lýst þannig að séu svolítið í hliðarveruleika, ýmsar áherslu borgarnar, orðið viðskila við það sem borgarbúar vilja. Hvernig myndirðu lýsa því? Ég myndi lýsa því þannig að bara fókusinn hafi farið af því sem á að vera í lykil atriði, bara þjónusta við borgarbúa, að stórum hluta bara lögbundin þjónusta sem á að leysa vel og fara vel með peninga borgarbúa og leysa þjónustuna með hagkvæmum hætti og þróa borgina í samræmi við vilja íbúana, en fókusin hefur farið af þessu og yfir á gæluverkefni og það kristallast einna best núna í þessu stóra umræðefni sem eru skipulagsmál og samgöngumál, vandinn varðandi umferðarmálin og slíkt. Við sjáum þetta líka í fjármálunum en mörgum öðrum málum líka. Þannig að hvað röð þú vilt svona taka á þeim málum. Ég þú veist, ef maður tala bara mannamál, að þá, þú veist, ef ég myndi lýsa þessu, þá, þú veist, finnst mér nokkru hlutir. A, einhvern veginn, þeir eru orðið rosalega mikið atriði hvort það sé Palestínufáni eða Úkraínufáni við tjörnina. B, þegar það kemur allt í henni, ég held að hafi verið fyrir 2 árum, að allt í henni var bara eins og að vera snjóa í fyrsta skipti á Íslandi. Það var bara ekkert hægt að móka göturnar og þá kemur einn borgarfulltrúinn í fréttir og segir, já það verið að búa til, ég man ekki hvernig það var orðað nákvæmlega, það verið að setja nefnd að búa til þjónustu handbók þarna segir bara þarna bergmálshellirinn sko. Það bara að fara út með vélar og móka göturnar. Einmitt varðandi snjómóksturinn þá var það vetrarhandbókin, varðandi svifrikið þá kom embættismaður í sjónvarpið og ráðlaði vistvæna ferðamáta en halda sér frá stofnbrautum og helst vera heima ef þú gætir. En það samt fellt í borgarstjórn að kaupa svona ryksugbíl sem bara ryksugagöturnar, þannig að þetta gott dæmi sem þú ert að nefna, að það hirðuleysi bara að það var einu sinni hrein borg fögur torg, slagur borgarinnar, en hún hirðuleysi grasbletti sem ekki sleiknir, snjór sem ekki mókaður og ekki hægt að sópa og þvo göturnar. Þetta svona þessi svona getur sagt, sko yfirborðsmál, en það eru gríðarlega stór mál uppi varðandi eins og samgöngunar. Það bara keyrt á einhverja tálsýn sem að eiga að kosta gríðarlega peninga, en veldur ekki að leysa úr vanda eða bæta flæðið fyrir þorra borgarbúa. Heldur þvert á móti, bara blygðunarlaust stemt að því að auka vandan, auka tafirnar í umferðinni. Þá ég að tala sko borgarlínuna. Þessi hátimbruðu markmið sem þar eru. En ég finn ég almennt góðar undirtektir fyrir því sem við erum að segja miðflokkurinn. Og nú spyrjum þetta aðkomuna í þessa baráttu. Og ég var bjartsýnn og hlakkaði til, en þetta samt búið að vera ennþá skemmtilegur en ég hélt. Og undirtektirnar betri. Og þess vegna held ég vegum mikið inni, þó að það sé þegar búið að sýna sig, eins og núna í nýjustu könnun, þá erum við að fá bestu mælingu sem miðflokkurinn nokkuð tíma fengið, 11,3%, og sem myndi ef að það væri niðurstaðan, þá væri við 3. stærsta framboðið í borginni með 3 borgarfulltrúa, en ég held að við séum sko í vexti og þetta sé hvergi nærri komið að neinum endamörkum, og það vegna þess að það svo mikil eftirspurn hjá borgarbúum eftir því að það sé hlustað á þá.
það hefur ekki verið gert. Jú, ekki líka bara eftirspurn eftir eins og ég að horfa á að tekur bara stjórnmálin almennt, að þá allt í henni núna sko svona meginströms fjölmiðlarnir og ákveðið svona, þú veist, segjum fólk sem kannski vinstra megin við línu, að það bara allt orðið eitthvað, það svo rosalega slæmt hvað það mikið hægri öfgaöflum. Já. En í staðin fyrir að bara öll þessi svokölluðu hægri öfgaöfl eru að tala til venjulegs fólks. Og þeir eru búin að vera bara allt og lengi í þeirri stöðu að það eitthvað fólki í einhverjum bergmálshelli sem að þér líður eins og sé bara ekkert að hlusta þig. Að þá náttúrulega hlýtur að vera rosalegt sóknartækifæri og þá finnst mér vörnin, ef ég væri að ráðleggja fólkinu sem væri vinstra með línuna, bara þetta röng vörn hjá ykkur, að halda áfram að tala niður til fólksins, halda áfram eins og með því að kalla alla hægri öfgaöfl sem eru bara kannski að segja það sem þið ættu að segja, herri já, ég meina ef ég að gera podcast hérna, og allt í hennu hættir fólk að hlusta á mig og það fer að hlusta rosalega mikið á okkur annan, þá getur ég ekki trakt þegar öll hálfvitar að hlusta ekki á mig, ég þarf bara að spá í hvað hann að gera rétt, einhvern veginn fólki virðist hafa áhuga á því sem hann að gera, kannski þarf ég aðeins að endurskoða það sem ég að gera hérna. Einmitt, eru það hægri öfgar að fólk geti lagt bílnum sínum nærri sínu heimili? Það er ekki haldið. Kannanir sína að það bara þannig sem að fólk vill lifa og að það vill geta átt bíl og lagt honum nálagt sínu heimili, helst innan 50 metra fjarlæðar og alls ekki meir en 100. Þetta vitum við og þetta kemur fram í könnunum sem eru gerðar og við vitum að það eru bara 4% þeirra sem ferðast í borginni sem að nýta sér almenningssamgöngur og væri æskilegt að það ykist, ég alveg á því að við þurfum að bæta strætóin, en það eru yfir 90% sem velja sér aðra ferðamáta, en borgaryföld keyra á það að gera lífið erfiðara fyrir þennan gríðarlega stærri meirihluta íbúana með bara miklu ofbeldi og þjósnaskap sem að er algjörlega óþarft því að það eru lausnir á almenningssamgöngu verkefninu sem að eru miklu ódýrari en þessar. Hvaða lausnir væri það til dæmis? Já, það eru búið að setja fram, til dæmis bara nýleg skýrsla sem var unnin fyrir samgöngu fyrir alla og rannsóknarsetur samfélags- og efnahagsmál, rannsóknarmiðstöð samfélags- og efnahagsmál sem er skrifuð af tveimur verkfræðingum og hagfræðingi, Elíasi Elíasinni, Þórarni Hjaltasinni og Ragnar Árnasinni, sem að bendir á hraðvagnakerfi sem að myndi kosta það meta það 1/4 eða kannski 1/3 af stoppkostnaði fyrirhugaðra borgarlínu sem að leysir málið með séragreinum sem að hafa verið meiri séragreinum fyrir strætó og sem eru hægra megin við umferðina en sé ekki að taka svona pláss í miðjunni og annað sem að borgarlínan hefur að ganga út frá. Þannig að sem að nái sama árangri fyrir almenningssamgöngunar en tefji ekki eins mikið fyrir öðrum samgöngumátum. Þannig að og svo eru bara borgin hefur algjörlega setið eftir með það að nýta sér bara nýja tækni sem er komin í borginnar í kringum okkur. Eins og hvað tækni þá? Það er snjallstýring á umferðarljósum sem er í sambandi við símana. Þetta hljómar eins og vísindaskálsaga þegar maður fer að skoða hvað er svona verið að spá og hverju menn búast við að sé bara handan við hornið, en það er ekki einu sinni samt bara handan við hornið, það er nú þegar í gangi í borgum, það eru sjálfkerandi bílar hér í öðrum borgum og það eru verið að nýta snjalllausnir þar sem að bara farsíminn talar við ljósinn á gatnamótunum og greiðir fyrir strætó eins og í Kaupmannahöfn ef hann er á eftir áætlun. Þá, en leifir honum að bíða ef hann er á góðum tíma og svona ef þú keyrir á Íslandi bara eins og ég fór síðustu helgi til Akureyrar þá er vegagerðin tengd þannig upplýsingum að þú færð á skjáinn í bílnum að það sé umferðarframkvæmdir framundan og hraðin 30. Reykjavíkurborg er ekki að nýta sér slíka tengingar. Þannig að þeir eru að festa sig í fortíðinni með sínum áformum og bara því eins og þú nefndir að við höfum sameiginlegan bakgrunn af sjónvarpsrekstrinum þeir eru algjörlega fastir í því að þeir sé að fara að búa til línulegt sjónvarp og þó að það sé ekki framtíðin
sjálfkeyrandi bílar framtíðarinnar, þeir fara ekkit eftir einhverju sko línu þar sem að þú verður að fara líka á stað D og F og G og K eða eitthvað þegar þú ætlar milli A og B. Einmitt. Þannig að það verður allt önnur nýting á bílum og þá mun þeim væntanlega fækka. En sko, ég vil ekki tala eins og ég sé að koma hérna utan úr geimnum, þú veist, en þetta samt miklu meira veruleikinn skamt undan heldur en fólk kannski að kveikja á. Það svo hugsaður rafmagnsbílinn, því það var nú talað það, við erum að útrýma bílnum að því hann mengaði svo mikið. En fyrir bara nokkrum árum var ekki svo mikið af rafmagnsbílum á Íslandi, en núna þetta 70% af bílunum hjá almenningi. Og þá engin útblástur, en samt breyti fólk ekki þessum áherslum. Já, bílinn verður samt að hverfa, en okkur verður hann þá að hverfa. Einmitt. Og þannig ertu komin á lykilpunkt sem ég myndi segja að tilfinningin mín að eitt væri ef þú hefur á tilfinningunni að, þú veist, eins og með borgarlínuna að þú raunverulega, þú veist, ert að reyna bara að vera í þjónustuhlutverki fyrir borgarbúa. Þú veist, raunverulega reyna að gera lífið þeirra þægilega, lífið þeirra betra og svo ef þú áttar það á því, heyrðu, þetta, við sjáum núna að þetta var ekki alveg rétt, þá bara förum við tilbaka, finnum bestu lausnina. En ég held að tilfinningur rosalega margra sé, ég með ákveðna hugmyndafræði í lífinu og ég bara vil að þessi fókus á loftslagsvanda, ég vil bara útrýma bílnum, og ég ætla að tróða þeirri hugmyndafræði á okkur öll. Þá ég bara búin að, sko, þú ert sko aðeins komin út fyrir hlutverkið þitt ef þú ert á alþingi, en þú ert komin langt út fyrir hlutverkið þitt ef þú ert í sveitastjórn, af því í sveitastjórn áttu að vera þjónusta nær umhverfið, en ekki að berjast fyrir stríðum út í heimi, setja allan fókusin á loftslagsmál, þú veist, gott og blessa, það alltaf hægt að segja, ef við gerum ekki eitthvað, hver á þá að gera eitthvað, en þú veist, ég fór daginn, ég labbaði reglulega upp á Úlfarsfellið og þá færði svona yfirsýn yfir borgina, sko. Og ég hugsaði mér bara svona, þú veist, ég meina, hvernig getur verið með allt þetta pláss, að við séum einhvern veginn fixeruð í því að það megi ekki vera á bílum. Og í stóru myndinni, hversu mikið erum við að menga? Þú veist, ef við erum nú bara alveg, og eins og þessi skattar sem ég veit að ég komin út fyrir borgarmálinn, þessi skattar sem að setja á flugfélögin, þarna hefðu bara stjórnmálumenn átt að berjast fyrir því, við erum eyja, í stóra samhenginu erum við nú bara í frekar góðum málum og við þurfum bara undan þá frá þessu, sko. Já, en þú segir ég komin út fyrir borgarmálinn, en samt þetta nátengt borgarmálunum, en sko, Ísland að nota endurnýjanlega orku, 85% af sinni orkunótkun. Það engin þjóð önnur með tætnar það sem við hælana. Samt látið eins og bara að við séum í gríðarlegri skuld og þessi álögur sem þú nefnir tengjast þessu kerfi sem við erum aðilar að innan Evrópusambandsins. En það spurning hvað Evrópusambandi mun halda því lengi út, sko. Því að lífskjör þar að dragast aftur úr og hagvöxtur ár eftir ár minni heldur en svo í Bandaríkjunum. Þannig að endanum spurning hvað Evrópa getur verið föst í því horfandi á að stærstu aðilarnir, Bandaríkin, Kína, Brasilía, Indland og þú veist, þeir ekkit með í prógraminu og það ég held að við verðum ekki með þetta svona í mörg ár en hvaðan það, þetta mér finnst sko þessi múgsefjun sem hefur verið í kringum sko borgarlínuna, að því þú nefnir, þú veist, þessa loftslagsvá, að þetta minnir á það sko, bæði viðbröðum við COVID, sem allir að gangi í takt og allir að hugsa eins og það sko loftslagsvandinn verður að skipa þær að gera þetta og þetta og þetta og síðan bara borgarlínan og verðum að losna við bílinn og með ekki vera bílastæði og þú verður bara að vera í íbúðavegum félagsbústaða og það verður bara að byggja blokkir og maður helst ekki sjást til sólar frá íbúðinni og þú veist, þetta eitthvað svona social engineering, það undirliggjandi hjá mörgum, af því að auðvitað það ekki það sem fjöldin að hugsa, en það eitthvað ný marxismi í gangi og ég held að þegar að Samfylkingin hefur haldið völdum, kjörtímabil eftir kjörtímabil, þó að þeir hafi raunverulega tapað kosningunum en fengið ný varadekk með sér, þá hefur það haft kostnaði för með sér. Alveg eins og allir sjá þegar þeir horfa á ríkisstjórnina,
að það hérna dýrt að hafa flokk fólksins með og þarf að fara jafnvel í ráðstafanir sem eru mjög andstæðar hagsmunum þjóðarinnar, að það eins hérna í borginni, að þetta ekki neini galdrar að fá hérna þessi flokka og flokksbrot til samstarfs, þeir hafa fengið að ráða miklu og þannig að alls konar öfgar frá einhverjum jaðarflokkum hafa fengið að hérna, stýra málum allt og mikið og þar á meðal þetta, þegar mér þetta bara einhver ný marxismi, því að hérna hvað veldur því að hversuna vill fólk búa á Íslandi? Ertu ekki aðeins að hugsa það? Þú talar að fara upp á Úlfarsfell og horfir yfir. Sko, það gott að búa á Íslandi. Við höfum hérna hreint loft og við höfum mikið pláss og fólk vill ekki láta loka sig inn í einhverjum kassa. Hérna, það vill hafa smá pláss í kringu sig, það vill sjá til sjávar, það vill sjá til fjalla, það vill geta labbað út í náttúruna. Algjörlega. Og af hverju ættu við að vera að þröngva íbúanum inn í einhvern allt annan lífstíl? Af hverju mætu ekki bara óskum hérna, íbúana í Reykjavík það hvernig borgin á að þróast? Bara víkkum borgin aðeins út. Og við höfum ekki að þrengja. Ég ekkert að tala um að dreifinni þannig að það sé eitthvað rosa óhagkvæmt og sé eitthvað miklu meiri bílaborg en þurfa að vera og bara hérna og ljót borg og eitthvað. Við erum ekkert að tala um það. Kannski þarf þetta að víkka nú 10%, 20%, en þú býr til einhverjar svona svæði eins og séu í Grafvoginum og við sér alveg myndast kjarnan sem kringum þú maður fer út fyrir Reykjavík í Smáralind og svona að fólk vil búa í svona lífsgæða kjörnum eða svæðum þar sem að þú ert að starfa og leika og lifa aðalega á einhverju svæði með góðar samgönguæðar samt hérna millið þessara borgarhluta og auðveldar samgöngur og við höfum alveg pláss fyrir það, en af hverju ættu við að vera hérna að ýta borgarbúum í annað fyrirkomulag? Við höfum verið að tala um þetta þegar við erum að ég tel að þessu framtíðin það muni verða færri bílar, bara að því að þeir muni nýtast miklu betur þegar þeir eru sjálfkeyrandi og deili bílar og slíkt. Þannig að alveg eins og að útblásturinn úr bílum hefur hérna minnkað stórkostlega og eins og hérna á Íslandi. Bæði með rafbílavæðingu en líka hérna í gamla daga voru menn á bensínhákum sem að eyddu 40 lítrum á 100 en líka bensínbílarnir eru bara hérna 5 lítrar á 100 í dag, venjulegu bíl. Já. Þannig að hlutinir eru að þróast í rétt áttum okkur á því. Jú, líka það sem þú ert að nefna núna þú veist, segjum sem svo að á endanum bara ef maður fyrir í bara frambúð og eftirspurn og eitthvað. Ef að, eins og segir, að ef að það mun gerast að það verði færri bílar út af þessu sem þú ert að segja. Einfaldlega því þú veist, þú ert kannski komin í stöðu þar sem ég á bíl og svo get ég farið að láta bílinn vinna fyrir mig þegar ég ekki að nota hann og þá eru aðrir að nota bílinn minn eða hvernig sem það verður. Að þá kemur það ekki frá, ég held á endanum, ef þú býr til nógu góða lausnir fyrir fólk, þá vill fólk spara pening. Fólk vill, þannig að ef almenningssamgöngundir væru þannig að það bara, þetta bara virkar fullkomlega fyrir mig, ég get notað þetta og þetta skerði, bara þá held ég að fólk myndi bara byrja að nota þetta, en það er aftur, þú veist, ég get ekki verið að skamma fólk ef að það hlustar ekki á podcastið mitt, þá þarf ég að spyrja mig hvernig ger ég þetta öðruvísi þannig að fólk nenni að hlusta. Og það er alveg eins með ég er hérna að fara í einhverja milljarða útgjöld og svo bara endalaus útgjöld til eilífrar framtíðar en það lítur út fyrir að mögulega muni fólk ekkert nota þetta, þá þarf ég að spyrja mig, þetta ekki rétt, hvernig getum við gert þetta öðruvísi? Akkurat, það er algjörlega nauðsynlegt að staldra við, því að eins og ég segi, það er að liggja fyrir tillögur sem ná að minnstakosti sambærilegum árangri varðandi almenningssamgöngur sem kosta brot af þessum sem áformað fjárfestingakostnaður borgarlínu áætlaður 130 milljarðar. En hvað verður hann? Við vitum það ekki. Það sem hefur verið kallað flaggskip borgarlínunar Fossvogsbrúin var upphaflega sett fram með kostnaðaráætlunum rúma 2 milljarða. Núna nýjasta kostnaðaráætlunin er 11 milljarðar. Þannig að Guð veit einn hvað borgarlínan mun kosta þegar upp staðið ef að þeir ráðast í allar þessar framkvæmdir sem er verið að tala um. Já, bara til að tefja líka umferð fyrir meira en 90% af þeim sem ferðast
og bara tefja og gera hlutina verri og verri og verri, sko. Já, það líka bara komið svo gott dæmi. Ef að ég væri nú bara, ég er með fjölskyldu og ég er að reka heimili og ég segi við konuna mína, heyrðu, við ætlum að fara inn í smá framkvæmdir og ég segi þetta á kosta 2 milljónir. Og svo bara allt í henni reyningurinn 11 milljónir. Skilur, og ég bara loka eyrunum þegar það verið að benda mér, við höfum ekki efni á sig. Og þá hugsa maður, skilur, þegar þú ert að nefna þetta með fósforsbrúna. Mér er svo skrítið að, þú veist, mér finnst einhvern veginn svo ábyrgðarleysi svo mikið. En hvernig ná líka að borga? Það er það sem er að segja. Svo segja menn alltaf, en þetta er nú ekkert mál því að ríkið borgar, þetta eru allt einhverju galdrar. Borgin þurfi ekki að leggja þetta fram heldur ná þessu. Það er alveg saman hvort að borgin er ríkið og endanum er það bara venjulegt fólk sem er að borga. Já, í formi skatta. Það kemur allt úr pingju almennings, en það er líka gott mál að núna er loksins að koma umræðan það. Býtu, hvernig ætlar ríkið að fjármagna sinn hlut? Það var alltaf að tala eins og þetta væri bara enginn fyndi fyrir þessu því það væri að stórum hluta bara Keldnalandið, ríkið leiði það til og það myndi seljast á svo mikinn pening. En það eru konar vöflur á fólk því að menn vita að það er hluti af vandanum. Það er hluti af vandanum að ungar fjölskyldur get ekki komið sér fyrir Reykjavík og streyma í burtu og fjölskyldur með börn af því að það er sér auðveldar að koma sér upp þaki yfir höfuð í Ölfusi og annars staðar. Það er að því að það er orðið svo dýrt lóðakostnaðurinn og þess vegna megi ekki rýmka því þá verði lóðir ódýrari og ódýrari að byggja og þá fáist ekki svo peningur fyrir Keldnalandi sem fyrirhuga var. Það er líka að fara að benda á að þar sé byggðin allt og þétt. Sé bara út frá einhver umhverfissálfræði að það bara þetta séu bara ekki áform sem gangi upp. Ég man ekki hvort eru með 4.000 íbúðir á hektara eða hvort það er 6.000, ég þú ekki að fara með það er minnst okkur til 4.000. Það er langt yfir því sem er talið æskilegt. Það er bara 0,25 stæði per íbúð og í 600 metra fjarlægð yðurlega frá þinni íbúð sem átt að fara að rogast með innkaupin og svona. Við vitum nú þegar af því sem við sjáum í borginni, þar sem að íbúður hafa annarkvort verið að seljast eða ekki seljast, að þetta er ekki íbúður sem almenningum mun hafa áhuga að kaupa. Og þetta er þegar komið algjörlega búið að keyra á vegg. Það er búið að vera, ég var nú talað um það líka í öðrum vettvangi að þarna þó að séu glæsilegar íbúður og allt fínt í kringum svo orkurreitnum. Það er gert ráð fyrir í Reykjavík, við Suðurlandsbraut. Það er gert ráð fyrir 0,4 stæðum per íbúð. En veruleikin breytist ekkert við á stingir höfðin í sandinn eða bindir fyrir augun. Fólki sem kaupir þessa fínu íbúður er kannski með 2 bíla. Og það leggur þeim hjá Glæsibæ og TBR og fyrstu blokkinni í Glæsibæ og það leggur þau bara í garðinum hjá næsta manni. Ég var bara í vikunni upp í Grávói, upp í Gufunesi að skoða það sem voru áformum bíllausan lífstíl. Það er bara bíll við bíl og þú kemur ekki fleiri bílum fyrir neinstaðar. Það er ekki blómaker sem átt að vera og hvar sem er grasblettur er búið að leggja bíl. Það er bíllausi lífstílinn. Við getum komist þarna kannski smátt og smátt eins og við erum að tala um með tæknilausnum en þú getur ekki þröngvað og það er hvergi heiminum orðið svona róttækar lífstílsbreytingar eins og er verið að gera ráð fyrir í þessum plönum. Það verður aldrei gert. Þú getur ekki tekið eitt samfélag og bara tróðið í annan lífstíl með svona harkalegum hætti eins og borgaryföld er að þjösnast á íbúum Reykjavíkur. Ég myndi alltaf hugsa að þetta er bara einfalt lögmál framboð eftirspurn. Ég myndi alltaf ef við værum að tala til dæmis alþingiskosningar þá er bara það stærsta hjá flestum er bara veskið, skilur, það er bara vextirnir, verðbólgan og hvað það er dýrt að vera til á Íslandi, þannig að þú nefnir þetta með bíl. Ef það væri alvörinni þannig að það væri mögulegt að vera án bíls eða vera með einn bíl á stóra fjölskyldu, þá myndi fólk gera það. Ef það væri ódýrara og það myndi virka. Þannig að þegar þú sérð að þetta er lausnin, að þá hlýtur að spyrja þig, heyrðu, ef að fólkið er að velja þetta þó þetta sé dýrt, þá er það vegna þess að hitt er ekki að ganga upp. Nei, að því að bara á 63. breiddargráðu er bíllinn bara í vetrartímanum, veist það kosti bara eins og úlpa. Það er nefnilega þannig. Þó að mér finnst líka fínt að hjóla, þá ef þú ætlar að byggja á því, þú getur ekki haft börnin með þér í því prógrami því að þegar umhleypingarnir eru á veturna og sem eru miklu meiri hér, það er ekki bara meðalhitinn, það er líka innan dagsins getur verið rók eða ekki rók, frost eða þíða og svo framvegis,
að þessar hjólreiðar eru bara það sem myndi vera kallað extreme sport og þú ert ekkert að draga börnin með þér í það. Þú veist, það er lítill hópur sem getur iðka það þannig. En líka þegar þú nefnir hvað þetta kosti, að það sem finnst mér mjög gott að umræðan og það er hluti af árangrunum sem Miðflokkurinn hefur nú þegar náð. Að því við erum búin að setja þetta mál á dagskrá. Það er örstutt síðan ég sá viðtal við varaborgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins sem er að hætta, sem að hún sagði að borgarlínan yrði ekkert umræðefni í þessum kosningum, af því að það væri of seint að stöðva þetta og þetta væri bara veruleiki. Það er sem betur fyrir ekki svo. Þetta er ekta svona mál, bara eins og var bara þegar Indefense-hópurinn var gegn ISAF-skuldbindingunni og eitthvað svona, og menn hefði átt að hlusta til dæmis á varandi að vera ekki að byggja Landspítalann það sem gert var við Hringbraut. Nú átt að menna sig á því varandi umferðarflæði. Auðvitað væri betra að við hefðum Landspítalann og háskóla austar og hugsa fyrir þessu til að jafna umferðarflæði. En það er ekki of seint að stöðva þetta og í rauninni er það algjör brjálsemi að halda áfram í þessu umhverfi sem við erum að lýsa, þar sem aðra lausnir eru tækar og tækniþróunin er bara á allt annan veg, að sturta svona miklum fjármunum í þetta og þegar maður verður að horfast í augu það og hvernig ná að borga. Og það er það sem er jákvætt, að það er núna bara í borgarstjórn í vikunni verið að kalla eftir upplýsingum um það, hvernig ætla ríkið að gera þetta, því það hefur talað um umferðargjöld. Þannig að eins og er nú verið að skattleggja umferðina mikið nú þegar, að þá eru áformin, og ríkið verður bara núna að segja frá því og sýna á spilin, áformin eru að innheimta þetta af borgarbúum með gjöldum fyrir utan það hvað fáist fyrir lóðir og uppsprengdu verði sem ríkið láti í té, þá eru það bara gjöld á bílinn og það er alveg augljóst að þau gjöld munu leggjast þyngst á þá sem búa í austurhluta borgarinnar og fara meiri vegalengd bæinn. Þannig að ef maður talar svona sem pólitíkur, þó sem ég byrjaði að þá skil ég ekki að bara fólki austan Elliðaáa í þessum hverfum 109, 10, 11, 12, 13 að detti í hug bara að það geti hvarflað að fólki að greiða þessum borgaryfirvöldum atkvæði sitt sem að ætla að fara svona með fólkið og íbúin á þess lífstíl og pingju. Ef við myndum segja að þú veist að því ég er mjög sammála flest af því sem þú ert að segja og ég myndi segja skilur og að því nú hef ég gegnum tíðan hort á fólk komin í stjórnmál og svo fattar þau þegar út komin að inn bara það er erfitt að hreyfa kerfið. Já. Þannig ef við myndum segja við sem sammálum, þú veist, ég nefndi þetta áðan með Úlfarsfelli, þegar ég held að hafi verið Raggi sem er sameiginlegu vinur okkar sem sagði mér að það væri bílastæði verið að ganga kaupum og sölum á okkur 7 milljónir eða eitthvað. Og þegar ég er þarna upp og ég horfi yfir allt þetta svæði sér að einhver blettur fyrir einn bíl kosti 7 milljónir eða jafnvel eitthvað meira, það meikar engan sens. En spurningin er hversu langan tíma tekur að vinda ofan að því, að því maður hugsar, ég mann þegar ég var í fyrsta skipti í Dubai, þá las ég bók eftir Sheikhin sem stýrir öllu þarna og það sem að mér fannst svo flott var, það var alltaf sín 50 ár fram í tíman og það er alltaf að hugsa langt fram í tíman og maður hugsar, þú veist, það er eins og við séum alltaf að hugsa bara eitthvað rosa skamt fram í tíman og svo er borgin að stækka og stækka en það var aldrei bara, nú þurfum við að skoða hvar verðum við eftir 40 ár og ef við hefðum gert það fyrir 40 árum þá hefðum við skipulagt þetta öðruvísi, Þannig að spurningin mín til þín er, þú veist, svo kemur þarna inn og segjum sér svo að þú myndir verða borgarstjóri eða fá völd til að breyta. Hversu erfitt og hversu langan tíma tekur að vinda ofan á svona hlutum? Já, þetta er stór spurning og svona sem kasta fram sem svar, þá held ég að það verði að taka þetta bara mjög föstum tökum og sem mikið verkefni, hvernig þú nærið þér upp úr þessu hjólfari sem hefur verið segjum bara í umferðarmálunum. Þá, mér hefur dottað í huga, það þurfa að hugsa svona eins og Sigmundur Davíð gerði þegar hann stóð frammi fyrir þessu hrækamarsjóðunum og þeim breytingum að jafnframt því að vinna með kerfinu sem hann gerði, þá kallaði hann til teymi, utanfrá, eins og þekkt er. Benedikt Gíslason, Ásgeir Reykfjörð og fleiri sem og Lilju Dögg Alfreðsdóttur og fleiri sem að voru svona task force í varandi breytingar. Ég held að
að það á sviði umferðarmálan og mögulega á fleiri sviðum, þá þurfum við að taka málin svona þeim tökum, að þetta verði bara verkefni með prófíl, það sem eru kallaði til utanakomandi sérfræðingar líka til að leiða vinnu við þá nýju sýn sem að þarf að koma á. Og sko, við erum að tala við höfum talað þetta núna mikið út frá sko, umferðarmálunum, en það eru þetta fleiri mál. Ég bara sá á forsíðu Morgunblaðsins í morgun að það væri tillaga nefndar vanda félagsbústaða, að þeir þyrftu að stofna eigi verktakafyrirtæki. Þeir hafa verið að kreista út úr verktökum sem fór leyfi til að byggja blokkir, að þeir verða að selja ákveðið hlutfall af blokkunum á lágu verði. Það var sagt í fréttinu með 35% afslætti til félagsbústaða. En þeim finnst þeir ekki fá nógu margar íbúðir í gegnum það núna til að stækka félagsbústaði nógu hratt. Og hver er þó lausnin? Til að geti fengið meira af íbúðum á kostnaðverði, þá sé bara besta lausnin að Reykjavík stofni sitt eigið verktakafyrirtæki sem er því svona eitthvað opinbert félag eða B-félag sem að fara að byggja íbúðir. Þetta er náttúrulega svo fráleitu þangagangur, ef við erum að tala svona forneskjulega hugsun. Það og að því ég nefndi nú þetta orð nýmarxismi, það tala allir þannig nýja borgarstjóra í New York, Mandami. En hvaða hugmyndir var hann með? Til dæmis að ekki Reykjavík New York borg færi að reka smásöluverslanir, matvörumarkaði til að tryggja lágt vöruverð. Núna er umræða það að það ógni kjarasamningum að vöruverð hafi hækkað, það verði mikið verðbólga, þar á meðal hafi matvæli hækkað mikið, 9% á 2 árum. Og er þá ekki bara lausnin að Reykjavíkurborg stofni matvælaverslanir? Nei, minni þetta er nákvæmlega sami hluturinn, þetta er nákvæmlega sama viðfangsefnið. Ef að það er lausnin að Reykjavíkurborg stofni verktakafyrirtæki, þeir eiga nú malbyggunarfyrirtækin, þurfa þá ekki líka bara að hafa fyrirtæki sem að leggja malbyggið og byggja vegina. En að vísu eru þeir með lélegasta malbyggið. Þú veist, það er annað sem maður er að skoða. Allar þessar rásir í götunum, við erum bara með svo lélegt malbygg. Og þetta er ekkit slit, sko. En hvað þetta er alveg fráleitar hugmyndir og þetta sýnir bara hvað hugsunin er ótrúleg. Það er eins og það sé engin bara hagfræðilega eða rekstrarlega þekking til staðar. Þú veist, og þá kem ég aftur að þessu sem er bara, þú veist, að það er lausnin er alltaf að skattleggja fólk meira og einmitt að ríkið eigi að fara fikt í fleiri hlutum og hefðu opinbera, hvort sem að ríkið eða sveitastjórnirnar. En ég horf alltaf að þannig að sko, þú veist, á meðan þið sýnuð okkar ekki að þið séu að fara vel með peningana, þá er þetta eins og ég sem er fötu og þið haldið áfram að sko sækja meira vatn utanfrá til þess að moka, það er alltaf lekið þarna í fötunni. Vatni lekur bara út, sko. Og þangað til þið stoppi lekan, þá vil ég ekki gefa ykkur 1 krónu í viðbót. Því þið þurfa að byrja á réttum enda. Og meðan þið byrjið ekki á að fara vel með peningun okkar, þá eigið þið bara að vasast í sem minnstu, sko. Þannig að alltilega, ég er alveg til í að þið getið farið að vasast í fleiri hlutum ef þið getið sýnt mér track record að þið séu að fara svo vel með peningana að það getur verið betra að þið gerið þetta heldur en einkaaðilar gera það. En fyrir þið sýnið mig það, látið þið mig í friði, sko. En þú segir fara betur með jafnvel og einkaaðilar, sko það er augljóst að Reykjavíkurborg er ekki að fara vel með peninga. Það er augljóst. Og reksturinn er ekki góður. Og það er bara í samanburði við önnur sveitafjölög og minni sveitafjölög. Það er mikið búið að koma fram þetta í fjölmiðlum núna på síðkastið. Til dæmis bara starfsmannafjöldi per 100 íbúa. Það er 7 starfsmenn per 100 íbúa í Reykjavík. En í minni sveitafjölum í kring er það og undir 5. Þetta ætti að vera öfugt. Það ætti að sjálfsögðu vera öfugt. Og annað sem ætti að vera öfugt er að það hefur komið fram að kostnaður við yfirstjórn per íbúa í Reykjavík 38.000 á íbúa og meðan landsmeðaltali er 10.000 lægra 28.000 og Akureyri er þessi kostnaður 26.000 per íbúa þannig að aftur þetta ætti að vera öfugt Reykjavík sem stærsta sveitafélagið á auðvitað að vera með hagkvæmasta rekstur sjálfsögðu en það hefur bara safnað skuldum líka á þessum tíma 2014 voru
skuldir 43% af EIF, það núna 156% í lok 24 sem síðast ársynningur sem maður geta skoðað. Þannig að þetta eru mjög skýra vísbendingar og sama tíma eru vísbendingar að sé verið að fegra reikningin, matsbreytingar á einmitt eignum félagsbústaða engin lág tala, þeir færu upp á markasverð þó að það sé ekki verið að afla tekna á frjálsum markaði með þessar eignir og ekki stendur til að selja þær. Matsbreytingar á hvað undanförnum 10 árum eru 83 milljarðar sem að hafi verið tekið inn sem bara ávinningur og við þekkjum hvernig borgin gíru í það að kreista út arð úr eins og orkufyrirtækjunum sem með þetta greiddur af í hærri orkureikningum af íbúum Reykjavíkur og annarra sveitafélaga og það má ekkert horfa í augu við raunveruleikann þar til dæmis þegar erfiðleikarnir voru hjá Norðuráli að það högg hjá fyrirtækinu, nei það má ekki slá af kröfunum arð því að borgin þarf á honum að halda. Þannig að það full ástæða til að hafa áhyggjur af þessum rekstri og þó að fólki svona almennt finnist kannski að það snertið ekki beint og þýðir oft lítið að tala við kjósendur hvort að tölurnar sé að versna eða batna í einhverjum bókum í Ráðhúsinu eða Arnarhvoli að þá náttúrulega þetta framtíðar skattar, framtíðar álögur og hluta því sem kemur í veg fyrir að borgin geti gert betur við íbúana á það sem hún ætti að vera að einbeita sér. Það bara svo augljóst að ef þú leggur saman 2+2 þá endanum ef að hið opinber að fara mjög illa með peningana þá mun það enda í því sem ég held að skipti flesta mestu máli þegar það verið að kjósa, allavega það eittast það dýrara versli matinn, það allt dýrara og lífið mitt verður þar af leiðandi erfiðara þannig að þú getur ekki látið eins og það að hið opinbera þurfa alltaf að vera einhvers staðar þar að sækja peningin en þá kem ég aftur að bara svona kannski ákveðinni lykil spurningu til þín sem þú náttúrulega þekkir að svo sem hafandi verið að reka einkafyrirtæki að þurfa að vera að segja upp fólki og taka óþægilegar og erfiðar ákvarðanir því mín skoðun þegar ég verið að horfa við stjórnmálin síðustu svona sérstaklega kannski síðustu svona 15 ár þegar að samfélagsmiðlarnir fóru að vera meiri og það verður ákveðin hvati það betra fyrir mig að taka frekar aðeins skakka ákvörðun ef það þýðir að ég verð ekki óvinsæll í dag. Þannig að ég sé svo mikið að fólki sem við þurfum í stjórnmál fólk sem tilbúið til að taka óþægilegar ákvarðanir sem gæti því að þú verðir tímabundið óvinsæll. En mannlegi hlutin í okkur öllum held ég að það freistni vandi að segja þetta verður erfitt fyrir mig og kannski þetta fylgir mitt aðeins niður og hvernig líðið með það því ég sé það bara eins og þetta sem gerist eftir kosningarnar í Bandaríkjunum þegar Elon Musk fenginn ég segi bara hárrétt, svona á að gera þetta. Það þarf bara að fara og taka til hjá hennu opinbera. En ástæðan fyrir því að heldur við gætum ekki gert það á Íslandi það væri enginn til í þetta hlutverk að því þú verður svo óvinsæll, allavega tímabundið. Svo verður þú kannski vinsæll seinna þegar allir sæju að þú hefur verið að gera hárrétta hluti Já, ég held að það skiptir máli hvernig þetta gert Það þýðir náttúrulega ekkert að grípa inn með bara einhverjum gassagangi. Ég að benda á til dæmis bara út frá svona stórum tölum, svona breiðu strókunum starfsmenn ber íbúa og annað slíkt, bara í hlutfalli við önnur sveitafélög að það full ástæða til að ætla að það sé hægt að gera miklu betur í rekstri borgarnum, þar þurfa að velta hverjum steini, en það þarf auðvitað að fara í það málefnalega og með skynsamlegum hætti og ég get ekki verið að glamra eitthvað það fyrirfram hvar þurfum við að bera niður í því Nei, en bara þessar tölur sem þú ert búin að nefna hérna Já, það benda til þess að það þurfum að fara í hlutina Ég minnst bara þessar tölur sem þú ert að nefna svo mikið líkil atrið, það svo augljóst að ætti að vera stærðarhagkvæmni að því að vera að reka stærra sveitafélag, en þarna þetta í raun og veru öfugt. Segjum sem svo að það sé þá farið í bækurnar og velt við steinum eins og þetta. Niðurstaðan hlyti þó að vera svo, já, það þarf að segja upp fólki. Það bara fólkirnar sem óþarft, skilur við, svona eitthvað sem við bara megum ekki við akkurat núna. Það þýðir það að einhverju verða fúlir. Já, en líka í rekstri, að þú nefni það, að þá, til dæmis bara eftir 365, þá voru þetta mjög erfið tímar, til dæmis þegar var bankahrunið og komið inn á árið 2009, að
sko auglýsingatekjull sem voru megin tekjustofnin fjallum 20%. Auðvitað vita allir að þú nærði ekki að laga það því þá hverfur allt fyrirtækið. Þú veist, þannig að sko bara það þekking á því við hvað að fást gefur því lögmæti að grípa til réttra ráðstafna en það verður náttúrulega þá standast skoðun, það aðgerðir sem farið í og vera málefnalegar og skynsamlegar. Þetta hefur verið gert áður. Ég var nú til dæmis aðstofamaður ríkisstjórna þarna frá 91 til 99 þegar Friðrik Sófusson var fjármálaráðherra og það var nú mikið verið rifjað upp hvað hann stóð sér vel í því hlutverki og auðvitað þurfti að taka á að það væri ekki hægt að hækka skatta heldur þurfti að létta á og bæta reksturinn og lækka útgjöld og þetta var mikið verkefni en ég minnist þess nú ekki hann hafa orðið óvinsæll, þetta þvert á móti. Hann bara kynnti verkefni mjög vel. Hann talaði nú alltaf það voru 10 ráðherrar þá og það væru 10 fjármálaráðherrar í ríkisstjórninni. Þetta ekkert fyrir þá alltaf að segja ég vil gera þetta og ég vil gera þetta og það bara þessi leiðilegi kall þarna sem á móti. Það bara að kynna þennan veruleika vel fyrir öllum. Því að Íslendingar eru klárlega einn skattpíntasta þjóð í heimi. Og því stundum mótmælt en við séum nú bara í öðru sæti eða þriðja sæti, það metið, en gagnvart flestum þjóðum í samanburði, þá erum við með mjög stór útgjöld til dæmis í lífeyrissjóði sem fyrir utan skattkerfið og sjálfstætt sem að hjá mörgum samanburði þjóðum inn í skattkerfinu, þannig að þurfum tekum í það því aldursdreifingu þjóðurinnar og til dæmis því hvað við erum minna með hernaðarútgjöld eða slíkt, að þú reynir að bera saman epli og epli, þá kemur ekki óvart að Íslandi bara metið skattpíntasta, eða Íslendingar eru metnið skattpíntasta þjóð allra, sko. Þannig að við hljótum átt okkur á því að það verður ekkert gengið lengra á þeirri braut og það frekar að vinda ofan að því. Þannig að það þýðir ekkert að halda áfram í þeim anda það sé hægt að hækka álögur á borgarbúa, það bara verður að sníða sér stakk eftir vexti og það bara veruleikinn sem að þarf að koma þessu rekstri inn í, það þarf víða að bæta, það við tala leikskóla, það þarf að standa við skuldbindingar gagnvart íþróttafélögum, uppbygging og slíkt og við verðum að mæta því bara innan þess fjárhag sem við höfum. Og það undirstrikar líka að við erum ekkert að fara bara að æða áfram að sturta 130 milljörðum eða mögulega miklu hærri fjárhæðum í eitthvað forneskjulegt kerfi sem þegar úrelt að hugsa sem eitthvað heildarlaust. Sammála, mér finnst þarna þegar þú tala núna, mér finnst þetta að vera bara kjarn fyrir síðustu alþingiskosningar, þá fannst mér svona einhvern veginn, ef ég ætti bara að summera upp fyrir mig sem kjósanda og svo fullt af öðrum kjósandur sem horfa á þetta öðruvísi en ég. Við erum með bara stóra atriði þetta næstu útræða. Við erum mögulega skattpíntasta þjóð í heimi, en þjónustan í kerfunum í engu samræmi við það. Nei. Ég þarf að bíða í 8 klukkustundir ef ég fer á bráðamóttökuna, ég þarf að bíða í 4 mánuði eftir að fá tíma og heimilislækni, þannig að þarna bara ef ég að fara inn í að reka hið opinbera, það augljóslega eitthvað að. Og verkefnið okkar að komast að því hvað að. Hvar eru peningarnir að fara í ranga hluti? Ef við erum að skattpína fólki svona mikið, þá ættum við geta veitt í frábæra þjónustu. Akkurat. Þannig að það eitthvað að. Og verkefni stjórnmálamanna, hvort sem voru á sveitarstjórnarstígi eða í alþingi, að komast að því hvar svarthólið, hvar eru peningarnir að fara og þar gæti bara þurft að taka ákvarðanir sem yrðu óvinsalar og þú veist, við komum nú báður úr fjölmiðlaumhverfinu og það kannski svona minn stærsti snertiflötur og ég sé bara það hvernig peningunum varið á RÚV miðað við einkafjölmiðla, þetta bara svart og hvít. Þetta bara svart og hvít og þá gef ég mér að sé þannig annars staðar líka. Þú veist, það bara, RÚV hefur leyft sér hluti sem að einkafjölmiðlar hefur aldrei geta leyft sér. Já, og því miður þá held ég að það sé raunin víða í hinum opinbera rekstri að RÚV hefur ekki þurft að horfast í augu við neina tekjuskerðingu eins og við þurftum að gera á þessum árum og áfram reyndar vegna stöðugt meiri ósanngjarnara samkeppni erlendis frá sem að hefur ekki sömu skyldur eða skattgreiðslur eins og innlendu miðlarnir. En
þeir eru aftengdir frá veruleikanum en það líka raunin hjá mörgum sem að véla með fé almennings á vettvangi sveitarstjórna og ríkis. Að því sko, þú veist, ég er kannski pínu yktur, ég er kannski ekki meðal kjósandinn, en þegar þú talaður að, þú veist, ég skil alveg hvort að tala þegar þú segir að það er ekki að fara í eitthvað með gassagangi. Mér líður næstu því eins og það eigi bara að fara í þetta með gassagangi. Ég er bara orðið það þreyttur á því hvernig þið opinbera að fara með pening og hvernig það síðan endalaust talað að eigi bara að sækja meiri peningur á fólkinu og svo í versta falli á að finna vonda ríka fólki og taka pening frá þeim. Nei, byrjiði bara að nota peningun eitthvað betur, sko. Já. En maður þarf náttúrulega, sko, meðalið verður að vera í samræmi við sjúkdóminn af því að ég fekk þá spurningu í hlaðvarpinu honum Þórarni í einn pæling, hann spurði, þú ætlar að fara í þetta svona eins og Milei í Argentínu? Þá nefndi ég nú að við Íslendingar höfum miklar áhyggjur af 5,2% verðbólgu, en hann hefði tekið við 270% og hefði á einu ári náð að koma niður í 130, af því það voru myndir af honum með vélsög, sko, hann þurfti að fara inn með miklum gassagangi, en ég held að við þurfum ekki að fara með jafn miklum gassagangi á hann, við þurfum bara að, ég er nú búin að nefna hann að risastórt verkefni sem þarf bara að stöðva á þeirri braut sem það er og endum þetta, en auðvitað þá nú annars, því að vera vitni Friðrik Sófusson og hann var nýlega á viðskiptaþingi að segja frá því að ríkisstjórnir, og ég tek því bara eins fyrir sveitarstjórnir, þeir þyrftu að vera búin að leggja niður fyrir sér og koma á stað öllu sem þeir ætlaðu að gera. Það verður oft talað hveitibrauðsdaga, sko bara 100 daga eða fyrstu mánuðina. Hann vildi nú meina að það væri kannski alltaf 1 ár, en það væri ekki lengri en það. Það sem þú ætlar að gera á einu kjörtímabili, þú verður að setja það allt í gang á ári 1. Þannig að það þýðir ekkit að liggja, sko, allt sumarið með tærnar upp í loft, sko. Það þarf að vinda sér í þetta og það þarf að verða skýrt bara á þessu ári í hvað átti verið að fara. En eru við ekki, sko, ástæðan fyrir því að ég skil algjörlega hvað þú ert að fara og þú veist, þú ert að nefna þarna Milei og þú veist að klárlega náttúrulega eru staðir í heiminum þar sem það þarf að fara í hlutina með miklu meiri gassagangi en hér. Við höldum að fara að nota þetta orð gassagangur, þetta er gott orð. Já, þetta er mjög flott orð. Þá myndi ég segja ástæðan fyrir því að ég er næstu því á því að fara í þetta með gassagangi á Íslandi, er að ég er að horfa á hvert við erum að fara og ég er hræddur við þá þróun að hægt og rólega sé alltaf fleira og fleira að fara að vinna fyrir því opinbera. Þú talaður social engineering á þann. Hægt og rólega er alltaf stærra hlut, það er bara hvatinn er að vinna fyrir því opinbera. Þú ert þá betri launum, þú fær betri fríðindi, þú ert með betri veikindaréttindi, þannig að þegar við náum einhverju svona tippingpunkti, þar sem að of margir eru farin að vinna fyrir því opinbera, þú sko býtur ekki á höndina sem fæði þig, að þá eru ennþá fleiri að fara að kjósa þá sem að í raun og veru bara einhvers konar gamaldags sovjet kommunistar, sko. Og einhverjum punkt erum við bara komin á þann stað þar sem verður bara rosalega erfitt að snúa við, sko. Já, og það getur damlað þannig áfram í einhver ár og jafnvel áratugi, en á endanum kemur að skuldadögunum og það er náttúrulega það sem við erum að sjá í deilum í Frakklandi og víðar, af því að á einhver tíman er þetta ekki sjálfbært. Og það eru vísbendingar það líka hjá okkur að það muni fara í þá átt, ekki bara í opinbera rekstrinum, heldur líka varðandi örorkubyrði, lífeyrissjóða, slíkt sem getur af ellilífeyrinum sem, sko, og svona hvaða lausnir verða á því, að það er ekkert endalaust hægt að bara loka augunum fyrir, sko, veruleikanum. Að því mér, sko, það er þessi klassíska, sko, þessi hringekja sem er oft talað sterkt fólk, erfiðir tímar búið til sterkt fólk býr til góða tíma, góðir tímar búið til veikt fólk og svo bara heldur hringekjan áfram. Og þá finnst ef við horfum á þannig, þá erum við á tímapunkti þar sem við erum búin að hafa það býsna gott í dálítið langan tíma og niðurstaðan af því verður að ef við leifum okkur að fara of langt í þá átt, þá missum við sjónarhornið að það er ekki sjálfgefið við höfum þetta svona gott og á einhverjum punkti verður þetta ekki sjálfbært og á einhverjum punkti munum við þá bara fara að hafa það slæmt að því við gripum ekki í taumana nógu snemma. Já, vonandi tekst okkur það, því ég held að við getum alveg haft það mjög gott áfram. Við erum mjög heppnir Íslendingar og Reykvíkingar. Við búum í rúmgóðu landi. Algjörlega. Og sem er með mjög góðar aðstæður og mikla náttúruauðlindir, bæði landinu sjálfu og fólkinu og þekkingu þess og fiskinum og orkunni og svo framvegis, þannig að það er mikil vogun í því hvað
þetta þarf alltaf að standa undir lífskjörum ekki svo stórs hóps. Þannig að ég held að við þurfum auðvitað að ræða þetta og vera á varðbergi en það ekki þannig að það sé ekki hægt að stýra þessu sigla fleginu bara farsælega áfram og langan tíma og hafa mjög góð lífskjör. Við höfum mjög slæm lífskjör í mjög langan tíma. Algjörlega. Alveg fram yfir, getur sagt, miðja síðustu öld. En það má kannski tala það. Mörg 100 ár, lápu við dauðan úr skel. En mér heyri sko á öllum þínum málflutningi, þú talaður miðflokkurinn og þú veist á skynsemi, að ég held að sé rosalegt sóknarfæri í því að einmitt bara benda á hið augljósa, sko, að því, þú veist, þetta svolítið svona eins og, ég alltaf að færa mig aftur yfir í landsmálin, sko, en, þú veist, ástæðan fyrir að sjálfstæðarflokkurinn í vondum málum þar núna, að þau eru kannski farin að segja allar réttu hlutina, þau eru farin að hljóma mjög skynsum, en það bara, en hvað voru það að gera í 8 ár, og þú veist, því miður aðgerðir tala hærri en orð, og ég held að sé svo rosalegt sóknarfæri í því að tala inn í þessa heilbrigðisskynsemi og síðan framkvæma þessa heilbrigðisskynsemi, að því fólk þyrstir eftir því, sko. Já. Eins og ég var að tala líka, það það viðmót sem við mætum og byrjað að sýna sig í viðhorfsmælingum, þó að það sé auðvitað mælingin 16. maí sem gildir. Hvað þú talaður þessa skoðanakönnun núna og þú veist, og þið séð að mælast þarna núna, hvar, þú veist, hvað sérðu mikil sóknarfæri fyrir ykkur? Ég nú ekki búin að skilgreina eitt þak á því hvað við megum ná miklum árangri. Ég nú samt að raunsari, ég hef ekki verið að reikna með því að við náum hreinum meirihluta, ein og sér. Okay. Þannig að ég ger ráð fyrir við þurfum að ná saman við fleiri ef að þá takast að hafa jákvæð áhrif á þróun og rekstur borgarinnar fyrir íbúana. En fólk þarf líka að koma með okkur í þetta og huglega hvað það vill og verja sínu atkvæði til samræmis við það. Því að það þýðir ekkert eftir kosningar að bölva borgaryfirvöldum fastur í umferðinni í Ártúnsbrekkunni ef að það það sem þú kaust yfir þig. Nákvæmlega, mér finnst gott að sko, ef að fólk að fara á kjörstað, það var allan það sem ég gerði fyrir síðustu alþingiskosningar, ég ætla ekki að segja hvernig kaus, en fólk getur alveg lesað milli línana. Ég hugsa bara, hvað aðalatriðið fyrir mig? Og aðalatriðið fyrir mig, ég ætla að kjósa þann sem að mér finnst líklegastur til þess að skera niður hjá, eins og þú hefur kannski heyrt í þessu samtali okkar núna, það bara aðal kosningamáli mitt og þá kýs ég þann sem mér finnst líklegast til þess. Þannig að mér er svo gott ef þú sem kjósandi bara hugsa, sko, ok, hver eru aðalatriðin fyrir mig og svo bara horfi ég á að því að þú ert ekki með alveg skýrt hvers vegna þú ert að fara á kjörstað og hvað aðalatrið fyrir þér, þá svo auðvelt að svo horfir á okkur, einhvern umræðu þátt og allt í hennu kemur einhver vel fyrir og þá hann allt í hennu komið með atkvæðið, en svo fattaru bara 2 vikum eftir kosningar, ég bara misti sjónar að því hvað var aðalatrið fyrir mig. Ég veit. Ég ætla ekki að vera að reyna að pínu upp úr þér hvað þú kaust eða gætir hugsaðar að kjósa, en ég heyri að þú ert allavega í markhópnum, eins og það heitir. Hárrétt. Af því að sko, þú veist, ég var nú einhvern tíðan með, þú veist, ég svo sem veit þetta ekki, af því ég hef ekki verið í stjórnmálum, ég var með Bjarna Ben hérna og ég spurði hann svolítið út í þetta, þú veist, með útgjöldins opinbera og hann einmitt sagði, þú veist, í jómfrúaræðunum minn á þingi var ég að tala þetta. Svo eins og það sé bara eitthvað tregður lögmál í því hvað, sko, leiður byrjaður að verja opinberum peningum í eitthvað og stækka kerfin, þá bara opboðslega erfitt að vinda ofan að því. Þess vegna finnst mér líka eins og þú ert að nefna með borgarlínun og svona, að það er þeimun mikilvægara og ég veit að það kannski ekki, þú veist, það getur verið aftur erfitt fyrir næstu skoðanakönnun, að þú ert búin að gera ykkur að vitleysu, vinda ofan að henni strax, sko. Af því ef þú ferð alla leið með hana, þá verður þetta kannski ekki tekið tilbaka á næstu 10-20 árum, sko. Þetta rosalega mikið notað samt, þú veist, eins og þegar var löngu áður að var orðið og seint að byggja Landspítalann einhvers staðar annars staðar. Þá var alltaf viðkvæð, já, en það er búið að hugsa þetta í svo mörg ár á þessum stað, það er búið að verja svo miklum peningum í hönnun og svona. En maður verður að vera raunsær í business og þá þarf maður að hætta þegar maður veit að maður er á rangri leið. Og
og það kallað kasta ekki góðum peningum og eftir slæmum. Einmitt. Tjónið sem þú ert búin að verða fyrir verður ekki aftur tekið, en þú þarft ekki að auka á tjónið og stækka það og stækka og stækka. Þú verður að segja stopp þegar þú ert búin að átta á að þú ert á rangri leið. Sem aftur þetta sem þú mundir alltaf gera með þín eigin peninga. Skilur, ef þú værir aftur, svo kemur aftur að heimilinu, ef þú tekur og vart ranga ákvörðun og svo stendur þú frammi fyrir 2 valkostum, ég ætla að þjöstnast áfram á röngu ákvörðunum og halda áfram að blæða úr heimilisbókhaldinu, eða ég ætla að stoppa þetta strax. Auðvitað stoppa ég þetta strax. Mér dettur í hug lítil saga bara, við kemum bara í hug að þetta formhjáðar nú þannig að við erum náttúrulega bara að spjalla og þegar ég var framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins, þá var þetta verið 2001 vorið og þá var skollið á verkfall á kaupskipaflotanum og það voru auðvitað ákveðin mál undir sem að viðsemjendur okkar töldu það mikilvæg að þeir væru tilbúnir í verkfall vegna þess. Verkfallið var búið að standa í nokkra daga og þá hringir allra áhrifamesti og virtasti stjórnandi í íslensku atvinnulífi til margra ára þá Hörður Sigurgeirsson í mig, forstjóri Eimskipafélagsins og bara spyr mig hvernig ég met þessa stöðu, hvernig sérðu þetta og stöðuna við samningaborðið og hvernig það gæti orðið. Og ég sagði honum að mitt mat væri nú það að þessi atriði sem að við værum að láta stranda á væru ekki þess virði þegar uppbyrði staðið. Við getum staðið á því núna og í ákveðin tími viðbót, en svona ég myndi segja á þriðjudaginn í næstu viku þegar það verða svona mörg skipvorið stopp, þá tjónið af verkfallinu meira en ég þætti eðlilegt að réttlæta. Og ég þorði alltaf að segja þetta við hann, því þetta var náttúrulega mjög áhrifamikill maður og öflugur og svona, hvað maður segja, engin veifiskatti, þannig að maður svona, mér fannst ég vera með kannski svona smá aumingiskap. Ég var mjög hissa á svarinu frá honum. Hann sagði mig, jú en Ari, sko, ef þú ætlar að gefast upp, er þá ekki alveg skott fyrir að gefast bara upp strax? Getur ekki bara að klára þetta bara á eftir, sko. Þú veist, og hann veist ekki sjálfstæðara, sko. Einmitt. En bara ef þetta er rétt mat á stöðunni, Akkurat. þá bara, ef þú ætlar að gefast upp, þá bara er best að ódýrast að gefast upp strax. Já, bara stoppa blæðingu. Já. Þannig já, erum við ekki bara að verða nokkuð góðir? Jú, mér finnst það. Mér heyrist það. Gangið vel í baráttunni og ég segi bara sem kjósandi að halda upp við heilbrigðri skynsemi. Takk fyrir það, ég er eini.